Stóra spurningin, are you ready now? FM 95 blöður hafi göngu sína þennan 7. dag júní mánaðar. Sólin skín hér á höfuðborgarsvæðinu, það er búið að vera þungt yfir, það er búið að vera kalt, það er búið að vera vindur. En við erum að fá frábært veður akkurat þessa stundina. Og eins og áður sagði FM 95 blöð til klukkan 6. Og eins og þið heyrið þá eru þið ekki alveg búin að fá frí frá mér kæru hlustendur. Því að ég mættur aftur, átt að vera komin í 2 mánaða saumafrí. En Gilsarinn dró mig að landi. Og já, fyrirliðin er alltaf á sínum stað. Ég fekk þig úr fríin. Já. Þú sko með 2 mánaða frí. Já. En þú ert að vinna alki. Já, frí bara júni, júli. Bara heima. En kona verður kolvitlaus það, ég lofaði því sko. Já, hún er ofta að fá leiða. Þú lappandi hringja þetta heima. Já, ég veist, það er búið að setja mig fyrir verkefni samt sko. Hvað er anskotum að það að gera? Ég þarf víst að bera á pallin sko, það verður eitthvað horrorverk sko. Ég get ekki nelt nagla í vegg sko. Hvað þá að fara að bera palla og olíu á okkur pall sko. Hvað er þú að hlæða, Gilsar? Þú getur ekki borað nagla í vegg sko. Já, ég menn, er hann eitthvað skárið nýja? Skárið, miklu verður sko. Ég er ekki haldið fram að ég get ekki gert neitt sko. Hvað ertu búin að elda mikið í pottasettir sem þú keftir á 500.000? Á Kolborn, þetta var vel yfir 500.000 sko. Þetta var 500.000 síðan bætir við öllu vöxtunum og 12 ára greiðsludreifingunum sko. Hvað endaði því? Það endaði svona 1,34. Það er ekki neitt sko. En þetta er sko Áttur og ennþá. Ef einhver eyðilegst, þá fæ ég nýjan í kvelli. Já, þú átt á ábyrgð. Eilíðar ábyrgð. Þetta eru bestu kaup sem Gilsarinn hefur gert. Þetta er ekki bestu kaup sem Ok, veist. Þetta var pott á 1,3 Kolborn sko. Ég get lappaði í IKEA á morgun og kett pott á Já, það er ekki af góð. Já, ég var að kaupa 2 pönnur og 1 pott í IKEA. Ég borgaði 11.000 fyrir þetta. Og það skemmist, lappar hann IKEA og segir að fá nýjan? Já. Nei, farið ekki nýjan. Já, ég bara kaupi það nýjan. Ég kefti einhverja 500 pönnur áður en ég fer í þinn. En ef hann kaupi nýja Kolborn, þá var hann búin að borga 30.000 krónur fyrir pönnur. Ég borgaði 1,4. Já, sko, það er að gáða því að þetta er ekki sama, sko. Þetta er annað bragð að matta. Ég vil meina að þetta séu bestu kaup sem Gilsarinn hafi gert. En þetta var geðið kvöld. Má ég samt segja eitt hérna. Ég heyrði fréttur daginn og mátt reka honið mig hérna Kolbari og segja ég sé legari eða það er staðan. Kolbari er líka harður salatmastermaður eins og Gilsar keypti pottsetti. Er það nafn á pottunum? Salatmaster. Ég keypti þetta á 1,4 M. Ég fekk daginn skilaboð að Kolbarin hafi losa sig við salatmaster setti sitt. Ef það er rétt þá þarf að velta steinum einn dag. Veitu, akkur í ósköpum átti ég að gera það? Ég mögulega því að eggin festast þessi við bóttin. Veistu hvað ég nota þetta mikið? Festast eggin við pönnuna hér? Já, sko, þetta er stálpottar. Því að þú veist, eggin, þú ert svona 2-3 dagar náðum að botnin og gerir skambótt egg sko. Fyrir hvertu þá að borga þetta fyrir? Þú veist, já því ég er með geggjaða pönnu sem kostaði 5.000 kall í IKEA. Já, hún er með tefloni. Já, og það festast ekkert. Hún missir hárið eftir svona 30 dagar. Ég býð til omulettu og það er ekki rák á hún. Það er teflon og teflon er eitt hættulegast efni í heimi. Hvað mennur það? Já, bara googlaði bara teflon. Bara danger, teflon er á öllum svona pönnum. Ég ætla að spurja núna, gerfugendina, is teflon poison? Já, nákvæmlega. Býðum þetta svo. It's not considered poisons under normal conditions. Nákvæmlega. However, kemur sér okkur réttgerð og ég er ekki að lesa það núna. Virðist þú reytur? Þannig að gangi vel með það ekki? Já. Ég er með stálpottar í mér. Það er ekki neitt að fyrir mér. Við erum að taka eiginlega bara að setja eitur í sig bara akkurat núna. Það gæti fyrir síðasta útsendingi þín. Það er basically það sem við erum að segja. Þú ert að geta teflon núna næstu 2 mánuði. Nei, við erum aldrei liðið eins vel eins og ég kefti mér þessa. Kolbari, seldur þú pottana í áðanri? Það er bara verður completely honest. Pottana, hvað er ekki alltaf lagið með þig? Við erum enda heima það. Já, ég meina, við þurfum bara að mynda því. Já, ég fekk, að eitt sem sagði um daginn, hörru, bara svo vitir að Kolbjörn seldi salamestarpottunum síðan, sko. En er það ekki líka, sko, gott svona selling point fyrir pottana, ef mér tókst að selja pottarsætti? Já, og ég myndi kosta 1,4 og selta á 500. En Egil, þetta er svona leginn frægast og fyndnasta saga þú keypti þetta, þú veist, og ofan á það líka, þarna varst ekki orðin, þú veist, þarna varst ekki metin á 1B, þú veist, þú tókst þetta á raðgreiðslum í þokkabott. 12 ár held ég. Það er ekki svona að finna þér ekki sko. Það er mikið að liða að hlusta sinna. Sko, það var bóðið upp á staðgerðustu líka sko. Ég veit ekki alveg hverju fórst í 12 ára. Kolbar er svoleiðis bara sem lengstan tíma. Það var sem ég sagði hvað er lengsti tíminn. Þú fær ekki eins og fyrir látt bílalán sko. Nei, en bara málega Kolbar komir í vesinn. Bauði mér í mat. Það sagði aldrei ég var að fara á salatmasterkynningu. Svo tók að vin sig með sem er ekki mikið að kaupa hluti.
Þannig að öll pressan var á gilsana með þau kvöld sko. Og þú vilt meina að þú hefði látið undan bara út af því. Já, þetta var mjög, sko, konan sem mætti hana sem var bara ekkert eðla næs og geggjaði matur og átti að mæta en þau komið hana launalaust ef enginn hefði keypt neitt hana. Öll pressan var á mér. Já, ég keypti. Nei, þú getur ekki neitt. Hauðs mér og sér, fækstu fría pönnu. Dillina þannig og býðu vinniðinu séðan sem er nýrið og hann kaupir, þá farið fría pönnu eða eitthvað frítt shit frá salatmaster. Ég held ég að keypt pottlokk samt að þessu kvöldi sko. Allt niðruði sko. Þannig að þú varst einu sem eittir og hinn er hlóðu. Já, hlóði neitt. Þetta er mjög virt pottasett. Veit ég ekki hvað þetta hlæja bara... Já, ég meina að hann er búin að nota greiðarlega mikið. Þetta er hvað hann og... Pældi svo að vera að gera grína mér þegar ég kefti ykkur 15 ára gamlan BMW á 2,6. Það er bara ég gerði aldrei grínaði með það. Veistu hvað var sexið? Þú laðir það frá utan í hvítu buxunum, stóðst upp úr með gleru. Það var ekki góð tími sko. Það er ekki oft sem að gilsaðan hefur verið held ég gagginniður sko. Þegar þú stóðst hann upp úr bílnum, Ríkard, það var minn upp á oss, Ríkard. Bimma, Ríkard. Já, það er búið. Hvaða bíli þáttur á í dag? Hvaða luxusbíli þá? Ég er á Peugeot bara. Jésús. Bara setja í standir. Og já, líka Pathfinder. Þú átti Pathfinder líka. Áttu Pathfinder? Já, líka. Hæ? Já. Og hvernig heldur séði á The Pathfinder? Já, hvað er hann? Hann er heldur góður sko. Hann er bara heima núna. Hæ? En betur, hvaða bíl gerir Valdís á? Hún er á Peugeot. Ég er á The Pathfinder. Það er rosalegt. Þú hækkar áldu. Veist hvað átti líka Pathfinder? Ævar fucking Gudmundsson. Já, ég man eftir því. Átti Pathfinder. Það er rosalega. Það er alveg gæja sem átt Pathfinder. Líka bara nafn, Pathfinder. He finds the path. Já, hann bara, veist, það sem hann gerir. Já, viltu fara fram hjá einna þegar vesen, það er eitthvað slóð. Nei, I'm the Pathfinder. Þegar ég átti Pathfinder og ég átti á vini sem eru partigrínar, eins og ég vaknaði einhvern manni í kórakverfinu, þá voru grínarnir búin að mæta nýr í kjallara og setja þykki á helvítis Pathfinder. Þannig að enganúmerið þykki. Þannig að ég lendi í hressum úlingum þegar ég fór að taka bensín og út og hér og það er, þú veist, bara en af hverju segjur en ég með máli á þetta því ég er aumingi, ég nefndi aldrei að skipta, þannig að það var bara þykki á bíl. Það er rosalegt sko. Svo keftur við Cherokee sem eitti 31 lítra á 100. 32. Hvað er þykka númerið í dag? Inn í geimslu, ættu að fá það? Alls ekki. Nei, Það er eins og þið heyri kæru hlustendur, það er ekki fullu bátur. Ég ætla að stýra skútunni fyrir Blö og Kolbaren dettur inn fyrir Stóni. En fyrirliðin er alltaf á sínum stað. Ég tek ekki frí. Þú hatar það. Það er gott líka að við erum yfirmannin hérna. Þú ert alltaf yfirmaður minn, Richie. Daskastjóri F957. Sá graðasti, fyrir utan Horny Tat. Nei. Það er mögulega Horny Tat verið graðar en Richie sko. Já, mögulega. En var náðu þú einhvern tímann Kolba að vera danskastjóri F957? Já. Og ég tekið tilbaka Kolbarn er graðasti danskastjóri F957. Ég vissi ekki, hvernig varst þú danskastjóri F957? Hvenar? Hann var yfirmaðurinn minn, ég var alveg bara nýlega að byrja og ég ætla að segja að Kolbarn er eiginlega bara einn minn. Þá horfðust þið djúpt í augu, ég og Richard sagði I'm gonna be a celebrity radio star sem hann var og er. Já. Og þetta var sko ég var enda 22 ára. Þetta segir að Horny Tat var fyrst danskastjóri F957. Svo kom Nei, Horny Tat var ekki danskastjóri F957. Nei, hann var bara með betri blönduna sko. Þór Bæring kom á eftir Horny Tat. Svo King Heiðar Östmann. Heiðar Östmann er undan mér. Nei. Kolbarn er undan Egil, þú veist, það er ekki okkur fagmennunum bara að fara yfir þetta. Það er fínt og mætirinn á föstudugum en King Svali, var hann dagskrárstjóri? Hann var dagskrárstjóri, Þröstu 3000 var dagskrárstjóri. Shit, Þröstu 3000. Ég var eftir 3000. Það er rosalegt. Og hvað trúða sem þið vinnu þá? Hvaða trúð? Já, hvað trúða voru í vinnu? Richard til dæmis. Og hverju fleiri? Hann var með fullt af munnum. Og hvað með Rikka í vinnu? Já, með Rikka í vinnu og já, með Pétur Jóhann í vinnu og hérna Dotta litla? Já, Dotta litla og Jó Já, Einar Ágúst og Já, þetta var alveg grúa. En náður að stjórna þess alveg ágætlega. Náður að stjórna þessu, stöðun er ennþá í gangi. Já, ég má stenglega að Kolbar var dagskrárstjóri. En það verður enginn verið lengi dagskrárstjóri og ég. Það er best akkur það og þú ert kóngurinn við sí. Nei, ekkert endilega að segja það. Þú veist, þetta tekur alveg á þetta starf sko. Já, þetta er stjórnarlösu með þessu rugglaða liði. Já, ég veist. Já, FM hefur róað samt í gegnum tíðina. Það eru allir rosalega rólegir í dag. Já, en þegar þú varst dagskrárstjóri Kolbari. Þetta er handónýtt í dag með hvernig það var. Þeir voru með FM jeppan
Þau voru með Land Cruiser, svarta jeppa. Það stóð á honum guggur og hnakkar. Já, sko, þessi bíl var fylltur af drasli og keyrður á landshornan á milli með eitthvað giggum hverja helgi. What a time. Þú varst að stjórna, sko, alltaf bara rosalega liði hérna. Já, þetta er alveg lið. Þú er ekki með þægild fólk í vinnu. Heldur betur. En hvað er að fara að gera í dag, King Richie? Herru, það er eins og það heyrið, það er alvöru þáttur. Gilsari, ég var að setja upp handrit, þú ert með allavega 2 liði, ég sé hérna spurningakeppni. Hvað er konseptið þar? Sko, þið 2 félagarnir eru og ég svo, hvað er þið sameiginlegt? Entertainment. Þeir eru búin að entertain a lot of people. Bara bæði þú og Kolbarinn. Það með King of Entertainment. Ég meina Kolbarinn var með ykkur virta það sjónastátt sem við stöðtuðu rátt, sjáðu. Og svo er hann búin að daskostjóri F957, eins og þú. Fluttinn skúter nokkur sinnum. Þannig að ég er svona veltað við mig, hver er the King of Entertainment? Ég geti verið í vesinni það. Kolbarinn er búin að gera meira, sko. Hann er búin að reyka vinsælasta skemmtista landsins. Ekki brosa svona mikið, þetta hljómar rosalega svona, King of Entertainment. Þetta er Gilsarinn sem er að búa til þessar spurningar. Þetta er einhver algjör viðbjóður. Og við værum til í það að klukka myndi renna út og bara svona við komumst ekki í hérna lið. Kemur mögulega spurningin, hefur þú entertain frúni á eldursporðinu? Já, ég er fann að lesa þetta. Þú hefur gert það, Richie. Hérna, við erum líka með spurt og svarað. Já, sko, eftir að fréttist að þið félagar væru hérna. Já, fyrir klukkutíma síðan. Hvað, drittust í mailinu eða? Já, það er nokkla sem gerist, það drittst í mailinu. Svo tekur lága tíma að senda eitt e-mail, Richie, svona hálfa mínútu. Og drittust inn e-mail, eða? Já. Þannig að ég er að fá spurningar á Richie og Kolb. Þannig að kannski ég verði gaman eða bara myndi svara sikkvari. Ég vel eina á þig, Richie, og eina á Kolb. Já, það er ekki báðar á mig eins og alltaf þegar ég er hérna. Nei, bara eina á sangjant. Það er splitta á þessu. Já, frábært. Þú er líka fríir, ekki, sko? Nei, ég er ekki frí. Þú ert að vera heima núna að skúra, sko. Og bera á pallin. Og bera á pallin, sko. Já, það er enda góða punktur. Herru, ég ætla að bjóða ykkur hins vegar upp á hvort myndir frekar semi-hardcore. Semi-hardcore? Já, þannig að það eru 2 sem eru svona léttar og svo 2 sem eru svona aðeins erfiðari. Já, einmitt. Semi-hardcore. Ég ætla síðan að hendi ykkur að því að þið eru, ég kalli ykkur göð og gokki. Þið hérna, eins og bara, hvað var ekki úrslitaleikur hérna og það var kosning að vaka hjá Kolb síðustu helgi. Já. Og þar var auðvitað Gilsari mættur, nema hvað. Þið þekki hvort annan tölvört betur. Þannig ég ætla að hendi ykkur í þekkið ekki og ég verð fyrir miklu vonbrigðum með að fer ekki 4-4. Þetta eru 4 spurningar sem eigi að vera með þetta rétt. Sko, eðlilegar spurningar myndu leiða það að sér, sko. Þær eru alveg frekar eðlilegar, sko. Þú ert ekki eðlilegur, Richie. Nei. Þú er búin að vera fríi, sko, þú er eitthvað skrítin. Þetta verður 1-0 eða 1-1, þannig koncept, sko. En hérna því að Kolb er gestastjórnandi í dag með okkur og ég er hérna, en ég fekk nefnilega símtal á hann frá okkar besta manni, höfðingjanum, Chief, og hann spurði hvenær í anskotanum hann fengi boði að vera gestastjórnandi. Já, sko, ég var til að hafa, ég geti fengið Poker King hérna og eina sem við ræðum er þegar við byggum saman hann og hann að neðri þannig í öfri og það eina sem við tölum í 2 klukkutíma, þá var ég klár, sko. Það var álveru nákvæmlega. Er þessi stigagangur ennþá opinn, hérna, þessi bauðarkurs? Já, þetta er bara það er búin að vera prestur hérna í einhver ár, sko, með hvítlauk og víkt vatn. Sko, ég held að fattir vinna ekki í blokkinu, sko. Það gengur illa að ekki út þessa anda sem eru hérna, sko. Er það ekki það? Jú, það er fólk sem Ég fór einu sinni í þessa blokk, ég fór í parti til Gylfaþórs. Ég fann bara orkuna þetta í stigagangur. Það var ekki góð, sko. Nei, vondnar vera. Já, þetta. Þú blessa allt fólki sem bjóða hana. Já, og býr hana. Það er bara í alvegni. Já, sko, ég held að þú skilur ekki alveg hvað var að gerast. Þannig að þegar þú labbar út á Svalir, þú veist þessi, ég og félagi minn, hann kallaði fórsetin, Gylfason fasteinsali, á Valhöll. Var hann ekki frekar eðlilegu með alla þarna aðra í blokkinu? Jú, bara eðlæst ekki aðeins í blokkinni, sko. Og löpum út á Svalir, þegar fróarinn, sko, Poker King var hann oft í samleifin hann neðri hæðinni. Ég held að fólk fatt ekki, það er alveg saman hvernig ég útskýri þetta. Þú skilur ekki það bergmálaði kórakverfi, ég meina bergmálaði. Þannig að ég heyrði það endurkastaðist þarna frá það sem núna er hérna krambúðin þarna endurkastaðist allalega aftur yfir, sko. Þetta er bara, þetta ómaði, ég hef aldrei heyrt svona. Já. En sem er jákvætt fyrir út af því að Stjáni stóð sér vel. Já, frábært, ég er að fara að spila með hann golf í kvöld. Þetta var með honum í kvöld? Hvert? Já, golf. Já, í kvöld? Já maður, kvöldgolf. Nú er það kvöldgolf í -3? Nei, ég er ekkert -3. Jú, þeir eru ruglaðir. Það er 8-9 gráður núna.
Já. Klæðið sér bara, þetta er veðri Engan auðvíkjaskap Tvei kaldir og Já, það er ekki ósennilegt Takk Eins og þið heyrið Er ekki leikur eftir það? Jú, það er Ísland-England Á, hvenær? Það er frábær spurning Já Ekki 1945 eða eitthvað Nú er þú okkar hérna, Richie Nú er þú hérna sérfræðingur 1845 Hvernig fer svo leikur? 4-0 fyrir England Ha? Hvernig verður að vera Mr. Bassettið? Nei, ég meina, þú veist, þetta er bara leikur 4-0 England Hvernig að peppa á Íslandinga Þetta er í rauninni bara leikur til þess að pardon my French til þess að fróa ego englendinga þegar að fara að stilla upp sínu sterkasta liða því þetta er generalpröfan þeirra fyrir EM þessi leikur skiptir okkur akkurat engum máli eins og höfðingin saði í þungaviktin í gær hann saði orðrétt þessi leikur skiptir okkur engum máli Sko Það er nærðanum ekkert aðeinslega vel sko Já Sko stuður Ekki neinu Þannig að það segja, erum við að fara að fróa englendingum í 90 mínútur frá 1845 Já, svona egónu þeirra Já, þú veist, það er 90.000 manns, það er uppselt Það er allir englendingar frá að mæta, það eru 600 Íslendingar þarna sem engin mun heyri í sko og þeir eru að fara að stilla upp sínu sterkasta lið og sorry, þeir eru að fara að keyra yfir okkur En eru við ekki mátt slið eða hvernig það ekki? Jú, það er bara ekki nóg Nei Englendingar bara tölvöld betra lið sko, í miður Bara svo það er Já, bara svo það er Herðu, við ætlum að keyra át á stað verið með okkur til klukkan 6 Við ætlum að byrja á slúðri hér eftir smástund Þetta er topp tónlistarstöðin FM 957 Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 Föstu dagur 7. júní og við ætlum að henda okkur í slúðrið Herru, ég ætla að byrja á Beyoncé strákar Ok Sko, Beyoncé er bara horfin að yfirborði jarðar okay. Má ég að segja það Hún var sem sagt, Beyoncé var sem sagt að gefa út plötu núna á dögunum og tónlistabalansin Vestanhafs er bara svona í þann mund að tilkynna bara mannskvarf með Beyoncé hún var að gefa út plötuna Cowboy Carter og kom út fyrir 2 mánuðum og lagið þarna Texas Hold'em og vera fáralega vinsælt það er heimildamaður sem að segja að ástæðan er að Beyoncé og Jay-Z þau eru ekki búin að vera neitt í sviðsljósun hún er ekki búin að kynna plötuna einu sinni hún er ekki engi tónleikar það er ekki weird hún er ekkert búin að vera í sviðsljósunu ástæðan fyrir þessu er að réttarhöld rapparans Sean Diddy Combs eða P. Diddy þau eru núna að standa yfir og þannig er náttúrulega búin að vera mjög góður vinur þeirra til margra ára en hann er búin að fá sig 8 kærur frá því í nóvember síðastennum hann er ekki í sérstaklega góðum málum og þessi heimildamaður segir að síðustu vikur og þú ert að gefa út plötu hvað gerir þú að gefa út plötu? Ert ekki að plugga út um allt eða? Það er púsa þess að sko Ert ekki að halda tónleika á fullu og ert í viðtölum í alls konar spjallþáttum og hún hefur hvergi sérst Nema samt, þú veist, Beyoncé ætla bara Beyoncé og gefa plötu og maður er ekki eitt viðtal og bara fólk hlustar og áfram gag sko. Nei, en hafðlega málið, þá var henn að mistakast því að hún kom út með látum þessi plata í heila viku, svo heyrist ekkert í Beyoncé platan er bara horfin af öllum vinsældalistum öll lögin, það er ekki neitt í gangi Þetta er ennþá hérna þetta var Spotify eða ekki? Jú, en er eitthvað gott lag hana? Já, Texas Hold'em, það er gott lag Getur við satt klára hana móla síðan eftir með Texas Hold'em eða? Það ég er pókerspilari sko Já Það er landslýsfyrirlið Íslands Þú veist það ekki Ríkard sko Okkur er skýt Verður skammar en það eru góðu móli að fylgja með þessari frétt sko Hefur þú eitthvað mann unnið pókermóti hefur bara unnið pókergame? Ég kosti á day 2 í Monte Carlo Já, af hvað mörgum? 30 Trúðum dett út á day 1 sko Það er bara bestu sem komast á dag 2 Já Og svo það er En það er alltaf að vera að tala um það að Beyoncé hefur bara á þessum 2 mánuðum ekki eitt múk plötuna, ekki einu tónleikar ekki einn spjallþáttur bara ekki neitt Þú vil meina þessi weird shit Já, þetta er spes Já Eru þið búin að sjá Baby Reindeer, strákar? Já, nei I had a hell of a goddamn time að horfa það Þetta er nefnilega rosalega Ég tók Baby Reindeer og svo tók ég viðtal Piers Morgan við Stokkerinn Baby Reindeer og það er málega að þú veist ég meina ég er svo frekar lélegur að sjá hvernig fólk er að ljúa ég held að ég geta frábærið því sko en þetta var svo auguljóst hún var að ljúa frá bara fyrstu sekund í þessu viðtali og það var hrikalegt hún þessi ágæta kona hún er ekkert hún lítur ekkert vel út hún heitir Fiona Harvey kemur illa út eftir þessa seríu Já, hún var semst að höfða mál núna á Netflix fyrir útgáðu þessara þátta Baby Reindeer og hún vil fá 170 milljónir bandaríkjadollara hvað er það í íslenskum krónum? Það er heldur sko eina sem er sko auðvitað mætt hún í Piers og laug sem alltaf var augljóst eða bara
Það er hrikald viðtal sko. Það greiði konan alltaf bara veik tölur hrein íslensku bara. Ég meina hafið séð hvernig hún lítur út Já, þetta er veik manneskja sem Pierce fekk í viðtalana og þessi gæi var örugglega hann græddi áskriftir örugglega bara einn af svona 1000 sem hún hefur að stólka þarna þessi meistari þarna en eina sem ég skil hennar punkt er að þetta er bara hittar á Netflix bara mest horta á út allan heim á Netflix þessi sería og serían er hana Basically. Og hún fekk 0 krónum en gæin sem er líka mótin í seríunni það eru tvö aðlunni og gæin leikur sjálfan sig já, hann rakar inn 2 aðleikarar, hún far ekki krónu veit allir hvað hún er Matthew Pierce, hún fekk $0 mér veist að hún ætti að get paid en hún er samt alveg veik og alltaf því miður bara, hún sagði í kótana þetta er lygi sem Netflix sagði og höfundu þáttana það var ekki lygi sko, það var allt horrið sko en hún var samt að get paid vegna græðgi og þrárum frægð lygi sem var hönnu til að laða fleiri áhorundur fá meira athygli, græða meiri peninga og eyðileggja grimmilega líf þess sem höfðar málið heldur hún að við skrifa þetta sjálf eða lögfræðingarnir hennar það er eitthvað sem segir það en ég meina heldur hún fái cash fyrir þetta ekki séns ég er búin heimild menn þig Richard, hún er rosaleg Þú ert í álfur vesinni með það Þú ert í álfur vesinni með það, það var ekki krónur $0 Lítur að gefa Richard eitthvað smá kött Nei, ekki neitt Þú vilt ekki að Kolbarn gefa heimildamöndum þegar Richie sko Nei, eða hvað þá heimildamöndum hann Guð hjálpa öllum sko Það þetta ná ég eitthvað baðkör í tengið þar Já, ég er að sanga með myndum hérna úr Asíksa tóttkofanum myndir það sem hefur byrt og það er farið djúpt í það Það eru alls konar dótana það er ekki $0 Næsti mólin Síðasti mólin Það eru hérna Góði mólar að Richie í dag Ertu að fara að undirbúa eitthvað svoleiðis núna Jólin, þú veist, að þú tíma í fríinu Ég er bara svona að pæla Það skreitir í oktober Nei, byrjun nóvember Já, fyrir ekki, byrjun nóvember Ég meina, þú veist, Gilsarinn er okkar íslenski grind Hann hatar jólin Ég hata ekki jólin Það sem ég hata er umferðin, stressið og jólalögin sem eru flest boring Hvað meinar? Jólalögur boring Já, ég bara tegundur við Richard Grins, rosalegu grins sko. Ég vil sjá fyrir næstu jól Ég er með business hugmynd fyrir Richard Nú talað þú við IKEA og það er svona eitthvað svona svona hvernig íbúða þetta líta út jólalega skreit Rikki er jiskmaður sko, hann er ekki að fara í IKEA hann er andlit jisk á Íslandi hann er ekki að fara í IKEA Akkur andlit jisk á Íslandi Hann vann í jisk Já, þú veist Takk bara nú að vinna þar eða veist hann og Kristi Pálsson sölumar og kynlisvíkli sportsunni voru að vinna hann saman í 7 til 9 ár okay, Nei, ég vann hann í 2 ár en allt er góð Hvað voru þau að gera þar? Hvað? Ég vann hann í 7 til 9 ár sko Það er ekki verið dínuna hann Þá hittum FM 957 FM 95 blöð hér á FM 957 Við erum hér Rikki G, Egill Einarsson og Ásgeir Kolbeinsson Það var rosaðið lag við G Já, þetta er alvöru, David Guetta Hann kann þetta betur en flestir Við erum hins vegar að fara í þekki eða ekki og ég ætla að henda ykkur tveimur í það Þið þekkist náttúrulega mjög vel Það hljómar ekki vel, eða þú veist, það hljómar fyrir þig Já, ég er búin að semja 4 spurningar Ekki fyrir mig og Kolb Spurningin er, hver vill byrja á að sitja eða hunskast út? Kolb, hvernig við mátt til að bara ráða sko Gestur hérna og viltu fara fram eða viltu sitja? Fara fram? Já Það er reglan hjá, þú stendur hjá prentarómana Svo við sjáum þau svo ekki að hlusta Stendur á prentarónu? Ég veit ekki Bara svo sett ekki að hlusta Þetta bara, þetta er flókið það Byrjum á mér Já Þetta var alltaf mjög aðeinslega spurningar svo alltaf að þú sér þess að leiði Já, ég myndi alveg að segja það Byrjum bara strax á fyrstu Gilsari, þú ert nú svona frekar róluðu maður, þú ert að fá þér í glas og ert að Robert Tölvuna með þess að Þú verður þetta skammar Áskir Já, drullaður út Kom aftur inn Gilsari, þú ert handtekin í miðbænum Fyrir eitthvað mökklæti Já, fyrir eitthvað ofuröfli Og þeir er hendi steinin Í steinin? Já, þeir eru hendi í steinin og það kostar sem sagt 100k til þess að beila Gilsarinn út úr jailinu En þú ætlar að fela þetta fyrir öllum sem þú elskar hvað mest Fjölskyldu og öðru Hvern myndur þú hringja í til þess að beila þau út og hann þarf að nagl að halda kjafti Hann má ekki segja neinum þetta Nei, það eru bara þú og hann eða hún og það deyr þarna með ykkur Já, sko Basically hverjum treystur þau Já, til þess að taka þetta á sig Þarna er ég nú nokkuð heppin sko því þarna popp-up nú alveg svona allavega í fljótu bræði alveg 5-6 sem að Ekki Mike samt
sko, ég get að hringja síðan og heyrti svo að hringja Mike, sko. Ég ætla að hringja í, þetta bara, ég get aðeins bara sendt fréttatilkynningu alla miðla. Að þú var handikinn. Bara ég ætla að hringja í Mike, sko, ég elskar hann þannig úr lífinu, sko. En sko, ég þarf eitthvað sem alltaf getur hóstuð upp 100k í kvelli. Já. Það mútir náttúrulega borgun. Það er vaxtastíðir hátt og þetta er fara að býta í buttun í Íslandíkum og það er ekkert sjálfgefið að vera með 100 liggjandi, sko. Þannig að það þarf að vera klárt. Sko, að poppa nokkur upp Hjöbbi, Leðrið, Snorri, Fossetin, Ívar Guðmunds, svona ég veit þessi gæja sem bara myndi bara að borga og þetta er aldrei vesinn. Ég þarf eitthvað sem er ekki að vinna 9-5 líka, því ég nenni ekki að lendi því að ég ringi og það er ekki svar því að ég er með eitthvað sem að vinna 9-5 og nokkur af þessum er að vinna 9-5. Einn af þessum hann sem ég taldi upp er ekki að vinna 9-5, hann bara stjórnar einu vinsalasta podcast í landsins og milli þess hristir hann sig. Þannig að ég myndi segja að Hjöbbi var til þess að þægilegt bett þarna. Hann myndi mæta, borga, þegja og hann væri ekki upptekinn. Já. Hjörvar Haflega myndi beila Gilsarinn út úr jailinu. Takk. Næsta spurning, Gilsari. Hver er uppáhalds líkamsparturinn þinn á sjálfum þér? Sem sagt basically bara hvaða líkamspart elskarðu á sjálfum þér? Nokkri sem komið til greina. Þú veist aldrei hrikalega spurning. Ég veit það. Þess vegna verður gaman að fá svarið. Ég þarf að velja eitthvað. Þú ert með nokkra, sko. Ég þarf að velja eitthvað. Já, en ég er marga, ég er búin að vesna með tvíhöðan á mér í 22 ár. Það er ekki, það er sko. Þú ert með fína kassa. Já, sko, tvíhöðan er alltaf ekki sem ég er að velja. Orðað þannig. Sko, eins og það er allir með sína strong points og weak points. Það er bara þannig, sérstaklega það er margir bodybuilders að hlusta sem skilja hvað það er að tala um. En ef ég þarf að velja eitthvað þá er ég þetta sem kemur til grein er axlirnar, brjóskassin, trísipun og raskatið. Aldrei rassin, sko, með flatan rass, sko. Ég er ekki með flat, ég er með deadlift raskat. Ég kallar öndin, Rikki, út af ég var bara eitt raskat. Það var ekkert mann í gamla daga, sko. Flatt í dag, sko. Já, málega raskatið er, veist, það er kannski ekki alveg nokkuð hlutföllum með annað, oft stærri en annað. Ég myndi aldrei velja það. Ég held að þetta sé the deltoid. Sem er hvað? Axlirnar. Axlir. Axlir. Ég vant að vera Kolbarn er að fara að segja það, sko. Þannig ég er að fara að tapa þarna. Það bara svarar hinskilslega. Þriðja spurning, hvaða erlenda seleb fer óstjórnlega í taugarnar á þér? Hvaða erlenda seleb fer í taugarnar á Gilsarunum? Þetta er drullu erfið spurningi á King Richie. Sko málið er að það far ekki margir í taugarnar á mig. Það er heklingur af fólk í taugarnar? Nei, veist, ekki eitthvað ekki mikið, ég er ekki mikið heim eitthvað og sé eitthvað og bara, þessi verið taugarnar á mér. Ég bara, veist það er alltaf ykkur samt. Jú, en þetta er eins og núna, ég er að hugsa. Ég veit að Joe Biden pirraði, sko. Nei, eiginlega ekki. Nei, ok. Pirraði mig ekkert mikið, sko. Það er bara smá tæpur svo mestar í dag. Ég er bara, ég held að segja ég elska hann til lífinu, sko. Ok. En, sko, ég er að hugsa Hollywood-leikara og það er ángreist, það er engin, nú er ég movie buff, það er engin sem poppar upp í fljótu bræðarna, þannig að ég ætla að hugsa hans út fyrir bóksið hana, ég er ekki að fara í ykkur Hollywood-leikara. Nei. Það er eitthvað einn sem poppar upp. Já. Sem er smá í töðunar á mér, ekkert eitthvað, það er Jake Paul sem er að fara að boxa með Tyson. Já. Það er Sámeistari. YouTuber. Já. Og mér finnst bara, veistu, ég oft horfi ég svo, minnst bróður hann strax skárri. Logan Paul, minnst hann strax skárri. Ok. Og en það er eitthvað við Jake Paul, þú veist, bara það sem hann hefur gert einhvern veginn og hvernig hann haga sér þessu viðtölum og nú ætlar hann að fara að taka eitt besta boxara allra tíma og sem er 60 og ætlar að fara að berja hann í hringnum og svo ætlar hann að fara að fagna því og hvernig hann að fagna því að bara er 60 að mann, sko, ég get ekki listi hvað ég held mikið með Mike Tyson og svo bara ég mun bara, sko, ég mun ekki bara, sólarhringurinn sem við fyrir að barða mun ég bara snúast þetta, sko, ég mun fagna mikið að Tyson rótar Jake Paul í þessum barða. Já, það með Jake Paul er svar. Já, svona, það er eini sem er datt í hug. Já. Bara öllum erlendu celebrity sem er í bóði. Þetta er líka leikur sem gengur út á það, bara sem poppar upp í hugan. Ég meina, Kolbarn mun aldrei giska á þetta, þannig að ekki vera að púta þetta. Loka spurning, á skalanum 1-10, hversu góður ertu í að þagi við leyndamálum sem góður vinuðin segir þér?
Hvað var Sko Ok, nú ætla ég að það útskriðið Ég veit að hvað það er Ég hef einu sinni mist út með leyndamál Einu sinni Og mistir það bara ekki út Nei. Þú tilkynntir heitli Nei, starfstöð þegar við vorum að vinna saman í sportsunu Og ég er hann á gluggalösu Og þú kemur að mér og segir Gilsi Ég lætti ríkalu atriði í ger Ég sagði Það er ekkert að hafa vitað allavega Það er ekki út Nei, og ég sagði, hvað er Ríkard? Og þú sagðir, já, sko, ég var bara í Sveitabæki með frúnni og svo segist það að það voru gólustöðu Já, það vitað allir Þú gast ekki þagað við því Þú gast þagað þér í 2 mínútur Svo fór ég inn á mína skrifstofu Og svo fekk ég bara Þú veist, ég var að vinna Svo fekk ég bara endalista starfsfólk inn á skrifstofunum til mín Sko, ég er að útskýra Þetta er eina skipti sem leyndamálega það fyndi Ég gat ekki þagað Út af því að, veist, frúin labbaði fyrir mig stofu Þú á rassinum í leður sófanum Ég gat ekki þagað Já, ok. En þetta er eina leyndamáli Þannig að ég, sko, þarna skeit ég En yfirleitt getur þú sagt með shit og ég þegi Ok Þannig að vanalega myndi ég gefa mig 10 Út af því ég sagði öllum að það var hristingsdæminu þínu Þá legg ég mig 9 9 Herru, hunskast út Náðu Kolbaran Yes Já Þetta er athyglisvert Þá kemur Kolbaran hér inn og fær sömu spurningar Get ég fengið aðra spurningar eða? Nei, þetta er það sama Fínt að fá eitthvað annað Við ætlum að byrja bara strax Kolbar á fyrstu spurningu Kolbarn er mjög rólegur aðili Þetta er sennilegur sá rólegast í klass sem ég veit um Skeitir aldrei skapi og ekkert vesinn nema Það gerist eitt dæmi að þú verður ofurölvi og þú ert handtekinn í miðbænum fyrir ykkur mökklæti og Kolbarn er með hendi í steinin Það kostar 100k að beila Kolbarn út úr jailinu en þú ætlar að fela þetta fyrir öllum sem þú þekkir, sérstaklega fjölskyldu og mökum og öllu Hvern myndur þú hringi í til þess að beila út úr jailinu að bara þú og þessi aðili vitið þetta, engin annar Wow, ok Það er ekki gilsarinn allavega Nei, sko, byrjum þar Alltaf bara enga líkur myndi hringi gilsarinn Nei, ólíklegt Þekkir það sjálfur að eigin raun Já, já. Hann getur ekki þagað yfir einu einasta leyndamáli Þannig Erfitt að hann fær ekki punktað sko ef ég líti í kringum mig hérna sko leðrið sem er með leðurlistan helviti tröstu gæi helviti tröstu sko ég manna samt þegar hún leiði Tomorrowland og við ætlum að ljúga gilsarnum og við hefum tekið lest og hefum lent í einhverju veseni staðan fyrir að vera gaman og hann svona ok, ekki mál höfum söguna þannig síðan lentu við í Brussel sko gilsarnum var alltaf lentur og flugi frá Íslandi og við höfum að reyna að búa til eitthvað komedi með þetta ég er bara að láta að vita að þetta voru ömuleg ferð við skýtum upp á bakið þannig að ok, leðrið út góðu playlisti og allt það Þú vilt ekki vera mjög mikið að gilsa jámönum að beina Nei, það er nefnilega málið sko en síðan er náttúrulega Snorri, the lawyer í hópnum skilur Já, hann kann að þegja, því hann þarf að gera það Kann að þegja, ég gæti líklega treyst á Snorra í þessu sko en síðan er hann lögumæður sem gæti mögulega eitthvað svona já, ég varð að segja þetta út af einhverjuna kjaftaði sko þannig að sko, wow, hörðu Hvað, akkur er ég að hugsa þetta? Arnar fucking Gunnlaugsson Auðvitað ringi í Arnar Gunnlaugsson Hann myndi nagl að halda kjafti Já, bara nagl halda kjafti og væri mættur leið Herðu, wow. Skemmtilegt svar Gaman sjókust að Gilsarinn lesi þetta Spurning 2 Hver er uppáhalds líkamsparturinn þinn á sjálfum þér? Sem sagt basically hvaða líkamspart elskaru á sjálfum þér? Þetta er hæðileg spurning sko Nei, þetta er hræðileg spurning Já, ég elska það, að því ég er hérna hinum yfir borðið sko, okay. En Gilsarinn, hann hérna hún fannst ekki óþægilegt, hann var með bara nokkra hann átti erfitt með að velja sko. Ja, hann er alltaf, einmitt sko, ég er reyndar ekki erfitt með að velja þetta fyrir Gilsarinn sko Hann lítur að vera sko bara bicepin á honum hann segir alltaf í laginu I'm bisexual Já, hann kemur í ljós Hann hlýtur að elska bicepsina Við erum ekki komnir í þetta en þá, við erum að fá hann inn En nú er þetta að tala um sjálfa þig Nú, já, ok Hvað líkamspart elskar þú við sjálfa þig? Sko, ég er bara ágættur sko Ég reyndar held ég sé með góðar hendur ef þú pælir í því sko Já, ég held að leðri hafi einhvern tíðan rósað mér einmitt fyrir góðar hendur Þannig ég ætla að hendi hendurna Eins óþægilegt þetta er ógeðslega óþægileg spurning Eðlilega, til þessi leikurinn gerður Og hérna Þriðja og næst síðasta spurning Hvaða erlenda seleb fer óstjórnlega í taugarnar á þér? Á mér? Já
Ég hef nú mjög gott jafnaði geð fyrir held ég flestum. Já, þú veist, það fara ekkit margir í töðunar á þeir en það hlýtur samt að ykkur að poppa upp. Sko það, já, sko fyrir Þetta er erfitt maður, vá, þetta er rosalega erfitt. Það er sko pínu í taugarnar á mér sko og þá veit, sko, taka það fram. Það þekki ekki viðkomandi, þetta eru náttúrulega bara fólk út í heimi. Eins og þú segir, það bara hafa þeir bara í töðunar á þeir eða hún eða óþægilegt. Sko, hann fer svona pínu í taugarnar á mér þessi hérna, hvað heitir það, Machine Gun Kelly. Machine Gun Kelly. Já, veist, eitthvað svona. Það eru margir sem tengja við það. Já, eitthvað svona, veist, ég þekki hann ekki neitt. Hann er líka að reyna að stuða. Já, hann er svona eitthvað, já, veist, einhverjum tónleikum stekkur allir hún lemur, einhvern aðdáandi eitthvað og síðan er hann eitthvað svona skrítin alltaf í framkomu eitthvað og ég veit það ekki. Það er svona, veist, óbeldismæður sem að þyktur sér lepur, já, ég veit ekki, já. Machine Gun Kelly. Já. Herru, loka spurning. Á skalnum 1-10, hversu góður ert að þaga yfir leyndamálum sem góður vinuðin segir þér? 10. Það er auðvitað að segja þér hluti og þú glerheldur þér. Já, ég meina, veist, þetta var einfaldasta spurningin, ég bara, vá, þetta var helviti létt. Ok, frábært, Gilsari. Fá Gilsaran hér inn og þá ætlum við að fara yfir þetta og sjá hver verður sigurvegarinn í þessu. Þekkið það ekki. Gilsarinn að rölda hér inn og skellir hér hurðinni eins og alveg rockstjarna myndi gera. Ég lokaði þurr, ég skellti ekki. Hvað símanu hjá þér? Ég er með kveitt á, hvað mennur? Ég var að hlusta á livestream hjá Roaring Kitty frammi. Mást það svindlaði það? Nei. Þú ert ekki Roaring Kitty, Coldfather. Herru, við ætlum að byrja þetta. Gilsari, ég spurði Kolbaran að hann yrði handtekinn í miðbænum fyrir eitthvað mökklæti og hent í steinin. Það kostar 100k að beila Kolbaran út og hann ætlar að fela þetta fyrir Heru og allir sinni fjölskyldu og gæinn sem hann myndi hringi væri svo eini sem myndi vita þetta og hann treystir honum til þess að Gler halda sér. Hvern myndi Kolbaran hringja í? Sko, þetta er taka það skýrt fram að það var ekki þú. Nei, við erum að díla. Já, þú var að taka það, byrja á því. Ég einu sinni skiti þegar Richie fór fram í stofu og gert henni yfir sig og einu sinni? Það var eina skipt sem ég skeitt þegar hann fór og hristi sig hann með stofið að frúin. En hvað með rúmfattalærin? Og geldspórið. Og rúmfattalærin, það ekki? Og rúmfattalærin. Já, heimvist. Þetta er 1-3 skiptin. Endur það líka 1-3 skiptin? Flawless record. Endur það líka 1-3 skiptin sem að Richard hefur beðið um að grjóthalda kæfti. Gerða í öll skiptinu leikina. Já, sko, en ok, ég skeitt þar. En nú er ég að hugsa, ok, Coldfather er svolítið. Þetta er svolítið bara gisk. Þegar ég get tala upp ykkur á 10 gæja kringu þig og þetta er bara grand og gisk. Ég ætla að tippa á Kolbarinn er hendi jailið, one phone call. Það er eitt gæji sem er helvítið solid og þú get bara hún er líka sexy þessi Arnar motherfucking Gulau. Nei! Það er rétt. Thank you. Wow. Þetta er rosalega. Vá! Vel gert. Já, ég ætla að vinna þetta nú. Ég ætla að vinna þetta hérna. Gilsarinn er komið punkt. Já. Hvern myndi Gilsarinn hringja í Kolfaðers? Þú ættu að setja þetta í stand Kolfaðers. Ekki helst að myndi mæta þetta inn og vinna með þessari kjarni. Sko, sem var helviti góður. Hvað, varst það að koma úr Sahara-eyðimörkinu? Du ætlar þetta að geta sér nú komst í þáttir. Bara í bölki. Já, gott að stöfið Við seimum ekki gesti. Nei, hann bara við erum í útvarpi sko. Við erum ekki að borða með, við erum í kynningu sko. Það er eitthvað sumarsett í gangi hérna og eitthvað. Það er eitthvað ársbyrðir að fokking hérna Pringles hérna. Hvað er að gera þetta? Það er svo einhver verslun sko. Pringles stúdíóið. Herðu, sko, ok. Málega það að ég er með svarið við þessu og ef það er ekki rétt þá er hann að ljúa. Ok. Það er bara einfalt. Ok. Það er mjög einfalt, það er bara að ljúa. Hann myndir hringi í mig. Hæ? Það er ekki rétt í miður. Er það ekki rétt? Þá ert að ljúa. Þú ert að ljúa. Þú hefur hringt í mig áður í alvöru vesunni. Þú ert einn af þeim sem ég myndi skoða hringi. Já, þú nefndir hann ekki eins og Er ekki allt í lagi? Ég er að keppa mótor. Hann sagði eitthvað 6 nöfn sko. Við erum að keppa hérna. Á ég að telja þig upp. Ég er að keppa móti þessar keppnir. Þetta er bara sannleikur þessi keppni. Ég ætla að gefa þér tækifæri og segja annan nafn. Já, það er ekki í stuði. Hætti að velja sjálfa því öllu spurningum. Auðvitað velja sjálfa mig. Ég menna, þú ringdi mig áður í rosalega vesinu. Það veit enginn að því, sko. Mér langar að segja frá því. Þetta er alveg frábær að lesa vandamál.
En þú varst ekki valið þarna. Var ég ekki valið? En við ætlum að gefa þér annað tækifæri. Þannig að svara við. Annan nafn, takk. Það þarf að koma snögt. Já, sko, myndi ekki Rikki hringi með Mike. tempo. Nei, ég nefndi það á hann, sko. Nei, nefndi það á hann. Hringi Mike, myndi ekki hringi Richard, ég myndi launa. Elskar Mike út á lífi. Ég er bara alveg gjörsamlega, sko. Segðu bara eitthvað. Máli, ég elskar Máli, þú ert að tapa þessari kettni. Það er vesen, það er... Allt niður við þig. Sko, það á enginn inni greiða það, sko, það er vesen, sko, þetta þú veit ekki hvað hringi pappa hérna. Það er eitthvað inni greiða til að gera öðrum greiða. Þú er búin að brenna alla brýr út allan bæ, það er bara nákvæmlega þannig sem það er. Þú seldi með pottasetti, sko. Það var ekki öfugt, sko. Æ, ég veist. Það var ljótt á Kolbarinn, við vikinu. Sko, Ljótt. 1,4. Ég var búin að undirbúta þannig. Og nú vantar sjálfsfróða. Sko Hóttu bara með fucking nafn. Það verður skammar þetta. Og hvað málega, og líka Rikki, hann þarf að hugsa þessum að auglýsa þetta. Það þarf að koma fram, auglýsa, þú ert að tefja núna. Já, ok. Viltu Rikki sér Rikkin? Hann er ekki Rikkin, hann er yfirmaðurinn. Viltu ég sér Rikkin? Snorra Björn Sturluson, lögfræðingja og eigandi Valhallar. Hann fekk mention, en hann var ekki í loka svarið. Hjörvar Hafliðarsson var símtalið. Hann er öfri efn og 100 áskalli og hann er ekki að vinna 95. Ég get alltaf komið og leist mig út. Og myndi hann ekki segja frá því? Nei. Myndi hann ekki vera hérna í einhverju skemmtilegu kvöldi með strákon og segja frá því? Nei. Ok. Kolbari. Þannig að 1-0 fyrir mér. Kolbari, rífðu þig í gang. Kolbari, ég ætla að vinda 4-0. Ég er þannig ekki í núna. Ég spurði Gilsan hver var í uppáhalds líkamsparturinn hans á hann sjálfum. Hvaða líkamspart elskar Gilsanin á sjálfum sér? Hvað heldur hann hafi sagt? Ég sagði bicepin. Hvað nú? Það svarið þetta. Nei, ég meina hvað er bara hendurna? Nei, ég meina, þetta er svo, ég segi bara svo, það er loka svar. Ég viltu vinna milljón, ekki segja bara eitthvað svar og síðan kemur eitthvað punktur, segja bara fokki svarið. Ok, eftir að vinna mig bara á því að ljúga, vegna þess að sko... Segðu svarið! Sko, hendurna hljóta að vera, vegna þess að fyrsta lagi, ef þú myndir ekki elska þér hendurna, þú notar það svona 20 tíma á dag. Þú ert símafíkil, þú ert vinnufíkil, þú ert alltaf á líkaborinu, þú var ekki með hendur, þá myndir ekki elska það, skilur við. Þú myndir taka þér hendurna, hvernig þú vilja líða þá. Já, þannig að þú ætlar að segja eitthvað annan hendur og fyrir utan það að þú segir í læginu. Frábæra eða Kolbari, ég þarf að fá svar. Hann sagði tvíhöði. Tvíhöðin, loka svar. Loka svar? Já, hvað er það að segja ofta? Loka svar? Axlir. Þú nefndir versta líkaspartur með Kolbari. Það er eini parturinn sem er í álúru vesinu með það tvíhöðu. Þú veist að þríhöðu hins vegar, það hefur verið geggjagiskjöður. Ég er ekki í vesinu með hann. Og það verða þér, þeir fjölskyldu og vinna fyrir undir skammánu. Gilsari, hvað líkamspart elskar Kolbarinn við sjálfan sig? Sko, nú ætla ég að fara í 2-0. En mál, nú er ég að díla við samátt, ég er að díla við Steinda. Það sem ég veit svarið, en ég veit að Steindi sagði eitthvað annað út af því að hann er í beinni og vill ekki segja það. Það er ekki að díla um Kolbarinn núna. Ég veit svarið. Veit svarið. Hvað er það? Titlingur á hann. Jésús minn almáttur. Það er rétt svar. Þetta er rétt svar. Finnst þið líklegt að hann hafi sagt það? Finnst þið líklegt að hann hafi sagt að vera 50 og sagt að vera tillingur á sig? Ef sig? mennur ekki ljúga hérna, þá er það hár rétt svar. En finnst þið líklegt að 50 maður hafi sagt hérna í beinni að tillingurinn að vera uppáhaldsleikur? Hvað er uppáhalds líkamspartur í hérna og ég hef bara hörru, já, tillingur. Ég mættu veikur maður. Jésús minn. Og giskar á ég að hendi það. Miklu veikar en fólk heldur. Guð minn góður. Ég ætla að gefa þér líka líflínu. Hann sagði það ekki. Sko, má ég útskýra það? Nei, ekki, það þarf ekki útskýra þetta. Ef að við værum ekki hérna með þetta græna púða hérna og þjóðum að hlusta, þá er það titlingin. Þetta sé að díla við með Steind alltaf. Já, frábært. Hann kemur alltaf með eitthvað svar og það þarf að passa að segja ekki eitthvað. Þannig að ég ætti að fá punkt fyrir þetta. Þetta er hreinskilni, Kolbari. Hann sagði það ekki. Viltu ekki sko, ég er að gefa þér líflínu. Ok, það er ekki raskatið, það er ekki lærin, það er ekki kolvin, það er ekki Svar! Já, ég er slakaðu á, Kristján. Sko, þetta eru hendurnar, þetta er ekki kviður, þetta er fýtt kviður, ég segi þetta sé hendurnar. Rétt. Takk. Gilsan er komin í 2-0. 2-0. Grínast. Þú átti ekki breyki þetta, Kolbari. Ég sagði þess að vinnaði 4-0. Við keyrum áfram. Hvað erlenda seleb fyrir óstjórnlega í taugarnar á Kolbarnum? Hvað heldur að Kolbarn hafa sagt? Þessir erfið. Já, sko, málega þarna fæ ég líklega ekki punkt, sko. Það fer ekkert svo mikið í taugarnar á Kolbarnum. Þægilegu gæði, sko.
Hann er bara með rauðvin og bjór og hann er ekkert mikið að tuði yfir ykkurum, aldrei eftir að væli yfir ykkur selebi. Alltaf movie buff, ég er alltaf veit hvort það sé eitthvað svona einhver leikari sem veist leðilegur, það er engin leið fyrir mig að giska á þetta er bara ekki sagt eitthvað át í bara Jóki Phoenix. Nei, það er kolvillust. Ég er ekki einu svona vissum að hann veit hver það er. Jú, veit ég hver það er? Ég sjáðu gæinn Jókin Phoenix, hvernig getur hann farið í taugarnar á fólki? Ég veit að ekki Hann farið í taugarnar á fólki. Hann leik Jókerinn og Viltu segja honum geggjaður leikari. Hvað varstu með? Sko, ég var með Ég held að við séum á sömu línu með þetta. Það er ekki droslega mikið að liða sem fyrir taugarnar á manni eða svona, veist þannig. En þessi gæi fyrir svona pína, hann kveikir á því sé myndir á honum. Machine Gun Kelly. Það er þetta heldur þreyttu hvað eitt. Það er gott svar maður. Hvað fattaði það ekki maður? Hann er þreyttur. Kolbari, hvað sagði Gilsan? Gangið vel Kolbari. Já, ég bara og Meil líkur á jail og labbi hérna núna og giskjur rétt nafn. Já, sko, það kemur aftur núna eins og varst að segja á hann, þetta með þarna, svona sagði rétt á hann hefðu rétt að svari á mér? Já. Hvað var það aftur? Ég veit ekki, svaraði bara. Já, veist þarna, ég sko ég veit sko já, þetta er erfitt, sko, ég sko, þú ert ekki nógu gáfaðu til að hafa farið í, sko, að ég var að hugsa svo Jack Leeson, veit ekki hver Jack Leeson er? Já. Ég lofa að ég sagði það ekki. Leikari, hann leik Jeffrey í Game of Thrones sem að bara heimsbyggðin fór að hata eftir það, skilur, þannig að já, hann að drepleði Hvítari strákurinn í Game of Thrones langaði hins vegar að skalla. Það var þreyttu krakki. Já, hann langaði að kirkja hann. Og líka ég fengi eitt hlutur gætti þættina, það leiður, sko. Alltaf þetta það er geggja. Ég veit ekki svo hvað ég heitir, sko. En Kolbari, ég meina þú ert orðin 50 og þú veist ekki eins og hver þetta er, sko. Þannig að segðu bara. Veit ekki hver þetta er? Sko, ég ætla að giska bara á já, þetta er bara ekki hægt að giska á þetta. Ég ætla bara að segja hjá þér bara Tom Holland. Það er rámt. Jake Paul sem er að boksa við Tyson og drefleðlu YouTuber. Kolbari, þú getur klórað í bakkan á skalanum 1-10. Hversu góður þykir skilsarinn vera í að þaga við leyndamálum á skalanum 1-10? Sko, hann alltaf heldur að sé, þú veist, við lifir í sjálfsblekkingu og er búin að gera það í mörg ár. Raunveruleikinn hefur sýnt annað og staðreyndir í þessu máli. Góða punktur. Þetta er bara eins og ég er í dómsal og þú bara leggur fram gögn og þau bara eru hann á svartu hvítu, sko. Skiptir engum máli og þú bara no, I'm not guilty, veist, eitthvað svona, veist, þannig að hann er veruleika fyrstur, þannig að það kemur inn í þetta, þannig að þú veist, á meðan ég myndi segja 0 bara 0 bara, þú veist, væri rétta svarið þú veist, það er rétta svarið 0? Rétta svarið er 0, bara höfðu það á henni rétta svarið er 0, en nú veit ég að þú ert eitthvað, veist, eitthvað, ég vil ekki hljóma eins og ég sé 0, þú veist, máli treysta með einhverjum hlutum, þannig að þú hefur svona eitthvað, ég svona klóra í bakkan og líklega hendi 7 7, Gilsan er sagði 9 Hann verið 9? Gilsan er 9 Ég skiti einsinni Einu sinni? Já, það er ekki Gilsan, það er ekki að treysta þig fyrir einu Sko, gólfristingur er ekki eina skitt sem ég álveru skýt Þú ert bara að tala Richard þarna Ég misti þetta út með nokkuð sem mútafjölu líka Þannig að þetta er svona það sem ég mögulega hægði um Nei, sko án gríns Þú veist, ertu ekki að grínast? Ég gef mér 9 Nei, það er bara ekki hægt Þetta væla, maður góða með núna Killisvíkilin Kitty Páls Hvað ertu búin að segja ofta eitthvað? Sæði hann að fara á bak á vakt á okkur pizzastað, sko Já, nákvæmlega Fór á bak á vakt og pizza. Já, en máttur þú segja það? Það sagði aldrei, ég mætti ekki ræða það, við sko líka langt síðan, 27 ár. En hvað heldur að Kolbarinn hefði sagt? Það var á vakt á pizza 67 engi alltaf og hann var eini bakarinn á staðnum og einu átti að fara að ræða þetta. Fólk hætti ekki pansið pítsuleikur þegar þú ert með 0 Gilsari, ekki 9. Og ég var ekki að... En hvað heldur að Kolbarinn hefði sagt sjálf sig? Sko, Kolbarinn er ekki flabbermouth. Svo ég bara eitthvað í steik og raut og töðandi og þú veist Ég ætla að gefa Kolbarinn hann að setja 10 á sig og ég segi 10 Já, það er hár rétt Jésús 3-0 Ég ætla ekki að leiðilega Kolbarinn en það er búin niðurlega hérna Búin að vera þetta skammar 3-0 Það er bara þannig Við skuldum auðlýsingar fyrir liðlanga löngu síðan Og svo er það spurningakeppnin King of Entertainment FM 957 Þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 RG, Kolbarinn og Gilsi Hér til klukkan 6 og ég ætla að henda ykkur drengir í hvort myndur frekar. Takk. Það er svona veikar spurningar það. Nei, sko, ótrúlega satt að ég er komin í sumafrí og þetta er frekar létt. Þetta er svona meira chit-chat. Þið þurfa að hugsa, þetta er svona spurningar sem þið þurfa að hugsa þessum. Það er trúlegt.
Við varum að byrja þetta Við erum ekkert að tefja þetta Strákar, hvort myndið þið frekar þurfti að velja Þurfa að anga alltaf af táfílu eða andfílu Já Báðir kostir mjög slæmir Já, vissulega sko En annar kannski skárið en hinn, ég veit Þetta er bara parið Bæði er hræðilegt Já, sko, bæði er hræðilegt En málega sko að þegar þú tala um að anga sko, málega er þegar þú tala við fólk þá finnur fólk á andfúll og ef þetta er mikið landfíla þá er það hræðilegt Það er líka ekki gott, þú ert inn í einhverju rými eins og núna sko, það er alltaf að kapna táfíla Nei, sko. ég geti sett eitthvað bara tekið bónusbóka og teipa Það skiptir ekki máli sko. Það kemur samt Já, það er hvað það gerir Sko, Já, það er alltaf þegar eitt mættur ársáttíð og þetta er líkt Já, en þú getur alltaf kent svona gæjan hliðin þú getur staðið eitthvað staðar og það er eitthvað, vá, hvað táfíl er þetta, það kemur ekki út munninu það kemur ekki alveg upp um þig svona spunktur hjá kolbarinu hana þú stendur bara eitthvað og þú tala við fólk og komin í 2-3 væt og frussar andfílu yfir líði í kringu þér, sko, það er enginn að fara að tala við og líka átt í heitum pott þú veist, með táfílu, þá finnir það enginn Táfílu Sammála hana, næsta spurning Þessi var létt En þessi kannski er aðeins erfiðari Hvort myndið þið frekar missa þumalputta Eitt þumalputta Eða allt, já, bara einn Þetta er the thumb, hann er heldur mikilvægur á öllum puttunum, sko Eða allt chat historið ykkar á Messenger myndi leka út public Þið eru þannig gæjar, sko, að þið viljið það ekki, sko Og það væri vesen Viljið það alls ekki, sko Fengjum að fyrirvara Getum maður eitt einhver úr Messenger Það myndi bara leka í daginn Vatnið einn morguninn og það er allt farið út Allt sem við hefum skrifað En ef það var sér svo Kolbarn er búin að deleta spjallið með hals og Nei, það myndi allt leka Allt leka? Allt leka Því miður Það væri fólk bara okkur góðum þriðdagsmótni með morgunkaffið að lesa það sem þið hefur skrifað á alls konar chatgrúpur Bara keipa þessu puttað mér í kvöldið þá bara Ég þarf ekki nema 1 þumalputta sko Ég var að finna núna fingarsetninguna þetta Þumalputtin er bara á space-takkanum Já, en ég meina, hvernig Þú þarf ekki að greipið Þú grípur með þumlinum Í ræktinni Ég bara Þú þarf þumalputtan til að grípa Þú veist að strappa það Já, það Ég var ekki 80 og var með strappa Já, ég sko Ég ætla bara að koma með úr landi og halda þumlinum og flytja allir spánar Það er heldur vel gert Já, ég bara, veistu, hvað þið voru spánið bara og með þumlana meðan þú ert þumlalaus á Íslandi og góða bóndur Gilsi, þú vilt taka þummalina Já Hörru, næsta Hvort myndið þið frekar Ekki stunda kynlíf í 5 ár Eða alltaf þurfa að stunda kynlíf undir flóðljósum Með basically þau eru heimi í svefnherbyggjum með frúnni og það er bara flóðlýsing Og Laugardalsvelli Já, bara miðjupunktum og Laugardalsvelli Já, það sést allt Sést nánast í gegnum inneblina okkur Já, það er nú ekki vesjan hjá mér, ég er snjóhvítur sko þannig að þú veist það er svona pínus og það er með einhverju svona frog squirrel eða eitthvað svona einhverju svona dýr með snjóhvítur sko Já, snjóhvítur þannig að ég held að það sé sko fyrir mig er það ekkert vesjan sko þannig að Það er málega, það er ekki sér um hana lið Þetta er alltaf mjög weird spurning Hvernig dættir þetta í hug? Táfíla, andfíla, missa þetta ekki kynlíf 5 ára eða undir flóð er krát þarna undir þessu flóðlýsingu? Nei, þú ert bara inn í svefnherbergi með guri og það er bara búið að kveikja flóðlýsingu þú veist, herbyggi er bara, þú veist, þeir eru illt í augunum sko. Mér er skýtsam það, hvað er þessi flóðljós ég sæna mig það Já, ég held að það sé, ég er svo góða lýsingu sko Málega Elika Sata sagði mig og tók úr leilögun It's all about the lighting Hárétt Síðasta spurning Hvort myndið þið frekar sleikja gólfið inn í bás á almenningsklósetti eða klósettsetu á almenningsklósetti Margir sem ég út fyrir sko og margir sem ég á skóla Já, þetta eru frábæri valmöguleikar sko Er þetta eitthvað sérstakt salerni sem þú ert að pæli eða? Það er bara almenningsklósett Ég er að velta fyrir mér, er eitthvað ógæslegra að veistu þegar málega er út með flestir kallmenn eða alltaf lóður og mýga út allt Akkurat Þannig að gólfið er bara verra en setan sko Miklu verra en setan sko Það er á að tilkoma gentlemen sem þurka af setunni sem að fjóruði hver gera það að þurka ekki inn á gólfinu Nei, og líka sko málið er það að sko sturlu staðrind er að sko þvag það er engar bakteríur í þvægi
Ertu mikið að drekka það, Kolbari? Nei, ég er ekkert í því sko, en það er 100% hreint. Okay. Þannig að þú væri einhvers staðar upp á, fastur út einhvers staðar í ruglífskilur og þurftir að drekka eitthvað, þá getur þú basically drukkið það og það er 100% hreint. Herru, frábær saga. Sko, hvernig er það, hefur þú prófað? Nei, ég hef ekki prófað. Þetta er bara, þú getur bara googlað þetta, ChatGPT bara byrti í þetta. Þannig að þess vegna eins og ég saman að... Þannig að það er lægi að drekka piss. Já, það er bara í lægi. Fólk er að læra. Hlustur það fyrir 9. En gólfið hins vegar, það getur verið alls konar draslundi skónum og hitt og þetta og kjaftaði sko. Ég myndi fyrir ekki að sleikja setuna. Já, fyrir setuna. Sammála þar. Herru, það er komið á Óskalagi. Gilsari. Nú, hvað er Óskalag? Þetta kemur af leður playlistanum. Wow. Svo virtast í listin á Spotify. Það er reynda rosalegu playlisti. Og þetta er held ég bara lag nummer 1 á playlistanum. Þetta er David Guetta og Hardwell. Það er eitthvað fössari. I don't wanna wait. Kerið í gang. Kerum þetta í gang og eftir smástund spurningakendi Gilsarans. Takk. King of Entertainment. Þetta er FM. Það er nefnilega það, þú ert að hlusta á FM 95 blöð hér á FM 957 og það er komið að liðnum spurningakeppni Gilsarans og konsepti í dag, hvað sagðirðu? King of Entertainment. King of Entertainment. Já, hlakka til að heyra það. Sko, það er báðir verið dagsstjóri FM 957. Þeir báðir að unni við Entertainment mjög lengi. FM, Stöð 2 og þú veist allt þetta. Þannig að hver er að fara að vinna King of Entertainment? En akkur finnst mér eins og þessu verið snúið upp í eitthvað ég er hættur það. Kjaftaði. Þeir sko ég reyndi núna. Ég reyndi að sem þetta svo hlutlust. Ég hugsaði bara entertainment, party, eitthvað gott mökk en ég held að sé ekki eitthvað beint áneitt í þessu. Nei, mitt, það var nýtt. Og nú er staðan 0-0. Reynið bara, þið viljið vinna þetta. Ok. Hefur þú drukkið þið ofuröluð moonshine? Hvað er það? Moonshine er kannski finnur aldrei G-Punk á sínum tíma pantaður moonshine. Ertu alveg landað? Rétt. Já, ég hef gert það. Punktur á Richie. Kolbari, sem er aldrei pantaður landa. Nei. Þegar ég var 18 ára þá komst ég á bragðið að drekka landa í Sprite og setja skitles ofan í. Það er alveg vel gert sko. Já, nei, Drakstu aldrei landa? Nei, ég keipti bara venlegt áfengi. Þau eru ekki að kaupa landa. Hvað er þetta að vera landa? Ég var ekki efnaður 18-19 ára sko. Ég þurfti að bara... Hvaða stemming er það? Fá hvíta brúsa með rauða tappanum og hittir einhvern meistar eitthvað og bara fílingurinn. Já, ég er það. Þú þarf að skeina þér. 1-0 fyrir Richie. Hefur þú tekið vodka Red Bull með King Ívari Guðmunds? Já. Nokkrir. Já, byrju, hvað... Hver hefur ekki gert það? Það er heldur fáið sko. Hlusta núna sem vilja óska sem þið eftir að prófa sko. Basically, ef þú hittir Avergo Mönsson einhver stað þá verður að taka Red Bull í vodka með honum. Jájá, maður hefur tekið hann drekkur ekki bjór og hann drekkur bara vodka Red Bull. Þjóðtíð fyrra þá sopnaði ég með hjartsláttatruflanir eitt kvöldið. Þá var ég búin að vera í vodka Red Bull með Ívari Guðmunds. Hann sopnaði svo unga barn. Ég var vakandi til 6. Svo vakti hann bara kl. 9 frá skíði sko. Hefur þið lagt þig einhver tíman á skemmtistaðnum Austur? Þú hvað? Austur? Akkur ætti ég hafa... Nei. Fyrstulega 80.000 staði. Já, hérna ég hugsa sko akkur ætti ég hafa lagt mig á... Út af því að kannski með ykkur að skrifstu og efrihæðinni og eigandi getur farið upp og tekið powernap. Ég veit ekki henni fúslega. Ég hef þig sofa á Austur. Þannig viltu góðanabannum segja já. Ég bara man ekki eftir því. Ég man ofti Rauða ljóninu. Já, minni það hafi verið Sátufélagarnir eins og niður Þú varst með bakið við hann á hólunni vegnum hann sem DJ-borðið var hann Vinstra beinu Austur Það satt með King Richie og hann lagði Þú varst bara að gefa mig punktana Já, ok, þá hef ég gert það Ég man ekki eftir því samt Það var bara í gýr og lagði þig Akkur lagður þið á skemmtist Ég bara veit ekki Já, veit þú skemmtist Richie var í gýr Í gýr? Leggum maður sér í gýr? Stundum partíjar það hart að þú veist Stundum bara viltu leggja hann lagði sig á Austur Þá varst þú eigandi hann held ég Ok, það var bara já um mig Varst ekki með eitthvað skrifstu efri? Jú, nei, akkur ætti ég að leggja mig 3-1 í Richie Það var gaman að skemmtist það, ekki að leggja sig Það eru 1, 2, 5 eftir Jésús Hvað? Já, ok, áfram Ég er bara búið með 3 ár, ekki sko Ég er búið með 3 ár Já, ok Heldur þú að einhver í heiminum hafi rifið oftar í hann í jisk en þú? Já, örugglega Sko Þú veist, Jisk er alþjóðaleg keðja sko Pottit einhver gert það sko Já, en sko
Já, mér finnst það svona ósangjörn spurning sko þegar henni var beint á Richard. Já, sjálfsög, þetta er svolítið beint á Hvernig mér. ég hafa getað gert þetta? Þú ert að labba henni í Jisk og svo allir aðeins kolbar, sko. Já, bara farið Ég reif aldrei í hann í Jisk, sko. og Þú veist að, við margótt rætt þetta og búin að viðurkenna það. Já. Þú veist, það ekki? Eitt skipti, já. En byrju, það er labbaningin inn í Jisk og hristi sig bara. Nei, Já, akkurat. Það hef ég aldrei gert. Hvað? Jú, kjaftaði er þetta maður. Höldum áfram. En ekki, ég verð að gefa það punkt þarna. Hæ? Já, það ekki? Þú sé ekki einhver í Lettlandi eða Litáen sem örugglega búin að gera oftar en ég. Ég er bara Ég veit ekki. ekki viss, sko. Já, ok. En Kolbari, þú er nú oft farið hérna í rúmfattalaðinu að ég sko náður í eitthvað aldrei lent í þessu 4-1 fyrir Richie Ertu það góður í beddanum að þú klippir neglurnar í sófunum fram á sjónvarpið frúin hendiði samt ekki út Hörru, við ætlum að halda áfram 3 ár eftir, ég bara farið mjög vallega sko. Þetta er ekki dónulega spurning Já, það er já á mig Ok, það er komið 5-1 Klippa hvað svo neglur? Það málega að Richie klippir neglurnar í sófunum fram á sjónvarpið Það skoppum allt pakki Ég skopp ekkert alveg, ég er með hanglaði undir fokking tánum á mér og það fari ekki neitt Ég þrýf þetta Já, en honum Mér ekki bara hent gott út að horfa á TV og klippa neglunar, hvað er það, glæpur það? Já, ég er laus við þetta Ég kannast ekki við þetta Það verið að pakka það saman hérna Já Myndir þú segja, sko, nú er döðafærið við þig Kolbar að aðeins að ná þér í punktan Myndir þú segja að það verið sweet entertainment að baða einhvern? Hvað, akkur hlæðir þú, Richard? Ég var hendi nei á þetta, ég er ekki mikið fyrir bað Nei, sko, heldur þú sé sweet entertainment? Já, það er, þú veist, það er ekkert entertainment fyrir mig að vera í baði eða baða eitthvað, sko, ég fer bara í styrtu, sko Ég held að það sé bara frábært, ég menna vera í baði og það er gott að vera í baði og já, ég held ég Það var að segja sweet entertainment að baða einhvern, ekki sjálfa það, sko Já, veist Já, ég meina, væntanlega fyrst viðkomandi gott að vera í baði Þannig að ég held að sé gott að vera Já, ég held að sé Ég get alveg tengt við þetta Hörðu, það er 5-2 Ok, þetta er þessi einskrítin Þessi grítin, að því hérna voru svo eðlega Væri þín hugmynd að entertainment og kósi þriðjudegi rauðvín og limur Næsta spurning Ég veit það ekki, bara þú átt af því að tekur mig 6 klukkutíma sem þessu spurningarni 6 Já, ég meina, Ég gerir 25 spurningar, sér kotta það niður Og endaði þessi fattar ekki hvað þetta er Fór þessi í gegnum síuna bara Sko, hvernig endaði þessi Þetta er bara hræðileg spurning Næsta spurning, takk, síðasta Næsta Ég er að spurning hugsa hvernig þriðjudagur er á félagunum Hvað kósi þriðjudagur? Já, veitu, af hverju þau rjúka yfir þessa, Richard, hvað, úst Að því bara, þetta er hræðileg spurning Af hverju, ég Og meina- það langar engum að heyra þetta Já, má ég hérna aftur Í nokkrum einasta manni. Ok, spurningi að væri þín hugmynd Já. að entertainment Já. og þetta er king of entertainment á kósi þriðjudegi Ok rauðvín og lim Akkur er það að láta að lesa þetta aftur Já, nei, þetta datt út Getur af við því. fengið síðan Rauðvín og limur, sko, ok. Kolbar baða myndi lest aftur Já, sko, Ég meina þú, þriðjudagur Nei, ég meina- Ég náttúrulega drekk ekki rauðvin, þannig ég er bara átt Já, drekkur ertu ekki á? rauðvín Nei, Drekkur ekki rauðvín hæ? Bara lightbjór og jager Já, Kolbar, ef þú fær mútara Þetta getur verið ágætið Þetta er ekki þriðjudagur Já, okkur ekki 5-3 Já. Allar á hreinskil, það er ein eftir Sko, annarkvæmt endar þetta Já, ok, fuck, ég lesa hana bara Ertu ofta að entertain people með að senda mynd af penisnum að? FM 957 Topp tónlistarstöðin. það er nefnilega það verða sennilega einhverjir tipsi helgina. Það er alvöru helgi framundan. Það eru þetta England-Ísland í kvöld í beinni á Stöðu Sport og í opinni dagskrámaður. Hvað ert að gera, Ill? Sæk ekki á in the coola Já, Ég er rétt að kolbar 2,25 Not putting me to the coola Við erum með gest hérna sko Hvað erum við að gera núna? Herru, ég ætla að henda ykkur í, við ætlum að fara eins eðlilegri lið. Við ætlum að fara í sturlaðar hrossaskítur. Og ég Það er ekki kem búin með neitt eðlilegt inn í dag Jú, þetta verður eðlilegt. Þetta eru 9 sturlaðar staðreyndir nema 1 er bullshit. Og þið er reyna að giska hvað er bullshit. Ok. Mjög einfalt. Og- Virtasti liðurinn í FM 95 blöð. Herru, við erum búin að vera í 13 ár Já. Þannig að Herru, byrjum á þessu. Gírafar eru 30 sinnum líklegri til að verða fyrir eldingu en mannfólk.
Menga sens við G, þeir eru veldig hávaksnir sko Já, heldur þessi bara út á því að Já, sem var bátt á því Okkur anskotan mátti annars að vera Eldingu er Sko elding leitar alltaf í hæsta punkt Það ekki? Jó, ég ætla að Bara mikið töluvert tré, að bara meiri mikið tré. líkur að ég lendi í eldingu heldur en þið ætla að sinna inni sko. Já, þú Það er enga líkur og ég lendi í eldingu Þannig við erum 2 metrar á hæðikolbar Ef við erum ekki úti að rölda og þið heyrið þrumur þá hendið ykkur niður og fórst í mér Það myndi þetta entertain the shit out of me Ég myndi svo kolbar að fá eldingu í sig Hörðu þið ekki það? Djúvill væri það Þetta teina þig Var í gaman Já, frábært Það væri helviti gaman, ég veit ekki það Það er kolbyrði fyrir eldingu Það feittir í gírafa Bara ráandi í Afríku og eldinu kemur elding Það er að meðaltali 1 gírafi sem deyr á ári út af eldingu Það er svolítið ekki hræðilt ratio Nei, ég veit að þeir eru miklu færri en mannfólk Gírafar er ekki mjög algengir í heiminum Ég held að sé bara til ykkur 300 gírafar í heiminum Þeir eru ekki fleiri Já, það er svo íslíkar Já, þannig að þetta er helviti mikið Herru, eineggja tvíburar eru ekki með sama fingrafari Þeir eru með sama DNA og allt en ekki sama fingerprint Alveg eins Já. Nema ekki með sama Það er rosalega staðrönd til King Richie Já, og gali í rauninni sko því að út með sama DNA hvernig ætla vísindar að sanna þetta tala þetta Sko Ég verða að viðurkenna að þetta er helviti góðu móli hjá Gæti verið bull náttúrulega Já Gæti verið með sama fingrafarið Eins en getur ekki verið eins Ekki með the same fingerprint Þetta er sko En same DNA og allt Þetta er ástæði verið vinn á FM Senda- Sem er það lága gendastölu og dekja bylgjunni við hvernig lágsunum En að- að senda mynd af The Thumb Guð Láksson Já, náttúrulega á Bjarki þeir eru tvíburar, einegja Já, þeir eru samt ekki nákvæmlega eins Sumir tvíburar eru alveg eins Já, já. Engin leið að sjá hvað er hvað Já, nei, En ég þekki Arnagur Láksson versus Bjarki Láksson Já. Ég sé munað Já, en hvað sérðu munin? Bara í andlutinu Já, nei, að því að sko, því Bjarki með smá svona frekjurskjálf en ekki Arnarskulu það er svona, ég sé það segir ekki bara þar Nei Herru, næsta Rosaleg mólar hjá King Richie Já. Gírafi og Arnagur Láksson En því fríi og kemur hérna sérstaklega inn í hérna þátt það er- Þú ætlar að segja það, Rikki, ég held að fólk er búin að metta það Þú ert í fríi Já, ég er að Þú komst hérna bara Þú ættir að vera heima að klippa á neglunum upp í sofa og slaka þess á Eða spila Mætti golf. hérna bara í vinnuna Herðu, hann eða nafni Mike lifði í 18 mánuði án þess að vera með höfuð Hann var, sem Mike? sagt, hann var hogginn, höfuð á hann var hoggið en hann lifði og gæinn sem hjóa honum höfuð fannst þetta svo merkilegt að hann ákvaða að leifa honum að sprikla Hvað er ekki alltaf lægi með þig? Hvernig borðaði hann? Ekki hugmynd, hann lifði í 18 mánuði Varstu að borða? einmitt. Og við höfum getað haft bara sko, þú veist, 5 daga og ég hefði getað trúa því sko en ég er ekki alltaf lægi með þig 18 mánuði Já, já Rikki, ég myndi taka hausinu þeirra Myndu að labba bara sín hérna aðra hæðina Nei, þess að bara verið að segja hanni sko. Bara fundu fyrir hátegi á morgun bara svona hendurna liftast bara eitthvað svona og síðan bara, þú veist, hvað er ekki alltaf lægi með þig? Herðu, við höldum áfram Það var gott fram að þessu sko en Já, sko veist, Já, En menn, málið er það er ein hrosaskítur þarna. Stundum með samt weird shit í gangi sko Heitir hann Mike Mikael Já, Nikolásson? það Nei, er nei, Mike bara Mike Hann Þetta segja Mike sé höfulegs hæna Þetta segja það Nei, ég er bara, Láta segja. þetta er hann sem Þú sagði heitir hann Mike heitir Mike Já, hann heitir það Ok, slakað á Það er ekki mér að kenna Keislu. Að vera með þröngt bindi þess að þú fer í skyrtu, hendir bindi á þig og þrengir það vel það minnkar blóðflæði til heilans 7,5% per hour 7,5% Það geta alveg Þetta hljómar svo fucking manure Ég ofta er með bindi en ég er ekki Þú ert ekki oft 7,5% með minna bindi. blóðflæði Ég finna að ég er með 7,5% minna Nei, blóðflæði ég finn það í kringu þú er heimskari til dæmis Ég er með bindi eins og að 30 ára fresti Ég ætla að prófa hana Hvernig þú með bindi, Kolbeinn? Aldrei Nei, ég bara Nei, og ef þú ert með bindi næst og þú fann að haga þér undarlega þá ætla ég að taka þér bindið og að losa það bara losaði það 7,5% Já, ég segi Ég- þetta mest að kjafta þess ekki sem þú heyrst sko Ég segi þetta sem er að kjafta en mækarinn hann að höfulegs mækarinn 18 mánuða mækarinn Það er ekki alltaf með þig Herru, við höldum áfram Elsti hundur sem að hefur náð að lifa var 30 náð að vera 30 29,5 árs Elsti hundur Geta hundar ekki verið eldri recorded Geta hundar ekki verið eldri en það? Nei, Nei, hundur var venlega 15 ára Já, nei, max 12 til 16 ára svona eitthvað. Já, En hann að móli, hvað er móli gammal núna? Mólið er alltaf bara 8 mánuða sko þannig að það er vel framöndan í Hann er honum þá live and kicking
Hann er 8 mánuða. Eðlilega er hann live and kicking 8 mánuða. Hann er kvolpur. Hvað verður hann gáð? 15 ára? Já, ég meina. En Riki, þú alltaf með eitthvað kvikið heima á þér. Já, Hvað er þeir gamlir? 2 hálsás. Já. Þannig að hann á eftir 12,5 ár. Já, hún er heppin. En elsti hundur sem hefur verið rekordaður samkvæmt heimsmetabók Guinness, 30, tæplega. Já, ég með það. Og ég kemdi skjálpögg sem eru 200 ára, sko. Já. Það var bara hund sem eru 15 ára. Hvað er ekki alltaf lægi með þig? Nei, ég er bara veltað þeinum. En kísur, hvað var það gamlar? Það geta alveg verið 16 ára. Einar eldri? Já, eitthvað svo leiðis. Ári. En hundar? 12 til 16, 17. Það eru hákallar sem eru 200 ára gamlir, sko. Mér finnst ég verða heimskar á hlusta á okkur. Það er líka FM, Riki, þetta er ekki bylgjunni, sko. Ef þú þjáist af ablutofóbía, ef þú þjáist af ablutofóbía, þá ertu hræddur við að fara í bað. Kolbarn ekki hræddur við að fara í Ég bað, er ekki með ablufóbía. Það er ekki með hvað er akkurat öfugt við ablutofóbía? Það er eitthvað svona sem þú elskar að fara í bað. En ef þú ert með ablutofóbía, þá ertu hræddur við baðferðir. Ablufóbía, þetta er mest að kjafta þessum við. Ablufóbía? Ablutofóbía. Hvað í alveg? Hvað er þetta að segja hérna þér? Eða höfulegs Mike sem er hérna líklegur í þá er hitt líka. Nei, sko, málega það er bara, þú veist, sko, 9 af hverjum 10 fréttum á netinu eru bullshit, þannig að ég, ef við sé helvitis, sko, Mike 18 mánaða höfulegs er ekki kjaftaði. Ég meina, við þurfum bara að sjá að kemur ljós, það er skemmtilega með lið, sko, hvað mikið eftir. Kanaríeyjar eru nefndar eftir fugli. Já, það er nákvæmlega, Kanarífuglinum. Flókið það? Og höldum áfram. Kanaríeyjar eru nefndar eftir fugli. Já. Ég elskar fuglar. Þegar þú fæðist ertu með 300 bein í líkamanum, en þegar þú kemst á fullorðinsár, þá er talað 16 og yfir, eru þau bara 200. Kjaftaði. Gró eitthvað saman og eitthvað shit. Og síðasta, það er hægt að deyja úr hjartasorg eða heartbroken syndrome, og það er læknisfræðilegt máli yfir þetta. Þá þarf það að vera í helviti mikill átasorg, sko. Já. Herru, við skulum recappa þetta. Já, sko, það er Gírafar eru 30% líklegri til þess að vera fyrir eldingu mannfólk. Gírafar. Eineggja týpur er ekki með sömu fingraför. Hann er að nafni Mike liði 18 mánuða að vera með höfuð. Að vera með þröngt bindi hálsinn, minka blóðflæði til heilans 7,5%. Elsti hundur var 30. Ablutofóbía, þá ertu hræddur við að fara í bað. Kanaríeyjar eru nefndar eftir fugli. Þegar þú fæðist, þá ertu með 300 bein í líkamannum en 200 á fullorðinsárum, og það er þetta deyjur hjartasorg. Hvað af þessu er Kolbarn, hvað kallar þú að það? Skal leifa þegar þú ert gestur. Call the Mike. Þú mátt, það er Call the Mike. Já, hvernig ætlar að borða eftir 18 mánuði? Þetta meikar ekki sens. Ég menna, hann málega er, út af hann er alltaf, heilin er farin, hann er ekki svangur, hann er bara hlaupað um. Ég held að Mike er sér rétt. Ef heilin er farin, það stjórnar ekki. Þetta er bindið eða baðið. Þetta er ekki alltaf lagi með þig. Ég hef aldrei heitt neitt með þessa bindafóbíu. Nei, ég held að það sé hljómar. Ég held að þetta er bindið eða baðið. Ég segi baðið manjur. Báðum er rámt. Nei. Kanaríeyjar eru nefndar eftir hundi, ekki fugli. Ég er lagi með þig. Þetta var svo vel gert, Vinci. Viltu sína mér hennan hana? Skrifaði bara Rooster Mike Headless. Rooster Mike. Eða chicken, skrifaði Chicken Mike Headless. Chicken Mike. Meet the Headless Chicken. Meet the Headless. Já, þetta er eitthvað mest að kjafta sem ég heist. Hvaða ruggla er þetta? En ef þið skrifið Canary Islands logo, þá sjáu þið mynda hundi. Þetta er nefnt eftir hundi. Tók að pakka okkur saman þarna. Já, þetta var góðu pakkið það, mútu eiga það. Þú ert frábær ekki. Það ekki? Jó. Höldum áfram eftir smá. Takk. Þetta er topp tónlistarstöðin FM. Við höldum áfram hér í FM 95 Blöð. Við höfum eitt lið eftir áður en við kveðjum, og því miður þá þurfum við að fara í hann, því að það er á stemmt að kveðja og það er liðurinn spurt og svarað. Því miður með gilsarnum. Þetta er ekki, þú kynir ekki lið svo innvitsi, því miður þurfum að fara í hann. Þetta er eini sensir fólk sem að hlusta að heyri í okkur og fá svör, skilur. Hvað vinnur? Skilur, heyri í okkur og fá með vandamálum. Já. Og það veist, fólk er með vandamál. Já. Allir sem að hlusta að díla okkur vandamál, og oft fari ekki svör við þeim. Þannig að sendi bara okkur svörum. Og komu þessar spurningar á þann, sérst það? Já. Eftir ég postaði myndum að okkur á hann á The Gram, þá bara flóð af mailum. Já, ok. Þannig að Og hvað, bara cirka jæmt á báða að? Já, ég valdi sérst bara Báður á mig, sérst þess alltaf. Sko, ég var að spá í þessu.
Á ég hafa þetta bara báðar á Kolb en báðar á Richie. En máli að Richie oftar en þú Kolbari. Báðar á Kolb þetta. Þú ert ekki svo oft. No. Þú ert occasionally. Slim Richie alltaf einna. Ég ætla að fá mér eitt drikk og ég ætla að halla mér eftir að senda þér beverage. Þetta Láður áfengan og það skilir ekki sko. Það er 2,25, 0,0 og svo 4,6, takk. Sko, ok, Kolbari, það sem við gerum við leysum vandamál. Ég les spurningu frá hlustanda. Þú leysir það, kapís? Þetta er basically, nú er ég búin að fá Richard líka. Það er 2 á móti 1 hérna. Nei Ég fengið nokkuð spurningar þessu. Þú mátt byrja að lestur, Gilsari, takk. Og þessi segi bara máli ég ætla bara að veit það. Gilsari, er Kolbari hjá þér? Spurningum er ekki, og ég byrja þetta skítið. Sumir eru bara, ég fæði spurning fyrir alls konar liði. Ég er bara að sitja á þessar spurningum og það er 6 mánuði. Kolbari er ekki verið að svara mér á gramminu en loksist nægi meistaranum og svara fólki. Kolbari sendaði skilabóð. Ég er nefnilega með spurningu sem einn maður getur svarað. Þreytt þegar maður vant að svara spurningu og það er einn maður sem getur svarað henni og svo ignorar hann alltaf skilabóðum frá þér. Smá lestur hann á Kolbari. Málið er að Kolbari heldur að sé frábæra að baða. Hann á ekki breyki mig. Ég baða, segir hann með stóru stöðum. Og þannig að þetta er sérstætt. Bara eitt gæðavandamál. Fyrst er þetta sérstætt eða? Ég kveiki yfirleitt á kertum og ger allt kósi áður en ég baða. En ég verið að lendi því gæðavandamáli að það kveikni í hárinu hjá dömunum. Þetta er eina vandamáli sem ég með, annars er ég með allt upp á 10. Mátt lera Kolbara með þetta, hverja Baddi bað. Skrítið Baddi bað, já. Þú hefur ekki lent í því að sko. En þú hefur ekki lent í því að kveikja í hárið þannig. Nei, ég er bara the problem. Nei, sko, Baddi bað. Baddi bað er vandamál. Skrifir hann það bara undir, Baddi bað. Það sagði það, já. Og hvað er bara baddibað@gmail.com eða hvernig? Ég ætla ekki að gefa meili á hann. Nei, ég veit það. Ég kannast ekki við að það fengi þessa spurningu. En þú hefur ekki kveikt í hárið þannig. Kveikt í hári? Hvað hvort ég verið að kveiki í hári? Hvað er ég með ykkur? Sko, ég Já, helviti gaman núna. Það er gaman að vera með lið sem að getur bara stjórn og það er ekki að gera. En sko, var ekki önnur spurning? Jó, það er með 2 spurningar, þetta er fyrir og sem fara aður og aftur. Já, betur, hvað er vandamál samt? Það er ekkert vandamál þannig. Hvernig getur hann baða á þess að kveiki í hárun á fólki? Það er spurningina, sko. Já, ég meina, gefur auðvitað ekki verið með kerti þannig á baðinu, eldur og hár fyrir ekki vel saman. Ég veit, hvað vil hann ég segja? Ég þarf nú alltaf að vera að spurja þetta. En ekki erfitt fyrir Kolbarna því hann alltaf talar ekki reynslu, hann alltaf ekki kveikt í hár. Eldur og hár fyrir ekki vel saman, sko. Já, ég meina, þetta segir sér nokkur sjálf, sko. Já, ég meina, Baddi bara var að velta steinum. Já, bara að setja spurningum á Kolbarna. Þú samt svaraði svo nokkuð vel. Eldur og hár. Viltu að hann að færa kertið? Kannski þessi tásunar eru, ekki þessi hárið er. Til dæmis Baddi ríður bara í gang. Það er svolítið það sem er Ég er bara að lesa spurningu. Sæll Vöðvingi. Það er að vera ein núna á Richard og ég verið búinn. Þetta er bara því. Viltu bara segja að þú er rosalega huggulegur þessa dagana? Óvinni huggulegur. Segðu þig? Ég bara lesa e-mail. Ég var að segja að þú Vöða mikill, strípaður og flottur. Ég endur ekki með strípur okkur núna, það er bara að rafa. Þegar ég frétti að King Richie væri hjá þér, þá var ég að senda það einn móla. Var þetta ekki að vera Kolbarna? Þetta er lesblindur þetta. Það er rosalega mikill munur á Ásgeir og Rikki, sko. Kannski fer spurningin yfir á Kolbarn. Málið er að ég og Rikki eru nánast sami maðurinn. Einu munun er að ég og heima henni fyrir austan. Ég er vinsælasti fasteignasalinn á Austurlandi. Lang vinsælasti. Og það er svolítið King Richie að þakka. En Richard fann upp á því að verðmeta íbúðir og svo í beinu framaldi gerða niður um sig. Mér var þetta helviti góð hugmynd, en ég byrjaði á þessu líka. Fyrst var þetta mjög gaman, en núna er þetta orðið heldur mikið svona, já, ég fæ 30-40 mail á dag frá konum, svo vil ég mæti og verðmeta íbúðunar. Þetta fyrir að spyrjast út og ég er bara fyrirspurning frá bæjum sem eru hérna 2-3 klukkustundar fjarlæð. Já. Það er alltaf hérna kona frá austan sem er ekki beðið með að mæta og verðleikja. Þannig að gæðavandamálið er að ég er með frú og hún er ekkert að skýta í svo spenningi við þessu konsepti. Hvað mælir King Richie með að ég geri í því? Hvað er ég horny boy?
Kveðja horny boy. Já, þetta er bara fasteignarsala austan. Shit, Þetta var ekki spurning á mig. Þú ert að verða 50. Kveðja horny boy. Þetta er bara sér. Ói. Stendur bara, ég sé þetta á skjánum hjá Má ég lesa e-mail, hvað ég breyta nafnum Hvað ég segja, kveðja Siggi. Hann sagði horny boy. Málega, ímynda, þetta er fasteignarsala fyrir austan. Hann vill ekki segja nafnið mitt er Sigurður Sigvatsson. Já, og hvert var vandamálið sér? Vandamálið er að sko hann er komið frú. Já. Og sko hún er ekkert svo spenntið yfir þessu koncepti. Hann segir verð með íbúður og gera svo niður þessi eins og þú gerir hann daginn. Daginn? Fyrir 10 árum síðan. Þetta er hvað? Það er mér okkar að losna úr þessu ógeði. Þannig ég skal bara koma með lesnina. Nei, veitu, þú vart ekki að selja fasteign. Nei. Ég skal bara leysa þetta fyrir það. Já, þú gerir þetta við þína frú eins og ég gerir. Já, við þína frú. Ekki einhverja ókunnar. Gerir þetta bara við þína frú. One time thing, hefur gaman og málið er dögt. Ekki neitt annað. Er þetta flott? Horny boy. Þetta var helviti gott svar King Richie Herru, við erum bara að kveðja eftir smástönd sem betur fyrir. Ég er ekki að taka krónu fyrir að vera í svo ógeði. Jésús. Þetta er FM FM 957. Það er komið að því að fara að kveðja hér í FM 95 blöð. Tíminn er búin að fljúa frá okkur. Hvernig er helgin ykkar gæs? Gilsi, hvað ert þú að fara að gera helgina? Sko þetta er að búið að vera mikið í gangi undan að helgar. Þetta er nú eina af þessum fáu helgum sem er lítið í gangi. Ég er enda að fara í afmæli á Tiny Kolb sem er litli kolbarinn á sunnudaginn. Við gerum ráð fyrir því að kolbarinn sem er lætbjóri því afmæli. Það er spá sól og sól, pulsur og lætbjór. Já, þetta er svona barnaafmæli sem þú skilur bílinn eftir. Ég maður fyrir barnaafmæli bara á bíl en svona bílinn er heima þarna sko. Þú nefnilega hefur gert þetta koncept vel og ég menn í einu afmælinu voru ekki þá Kristján og Auður, urðu þau ekki eftir ég menn að fróhjónin voru á til svona 1.30 það var barnaafmæli. Sátu bara í eldhúsi til 0.30 Veist, ég málega því ég er í barnaafmæli og það er ekki lætbjór í boði verð reiður sko. Ég tek eftir því. Og því að sko það átt að bara vera með bal þú veist, og líka fróhjónum með eiga það þau sitja bara hérna í mæta alltaf bara í gýr barnaafmæli. Þannig að því ég mæti til þín á fróhjónin? Já, því ég mæti þín á Sunn 14.00 það var til light beer. En ef ég væri að fara á skrall núna helgina því miður bara þá verði að minnast á eitt að Dr. Pretty Boy er með tónleika núna kl. 20.00 þetta er 2 klukkutíma og hann er rukka 0 krónur inn. Það er enda geggjað. 0 krónur. Þannig að ef fólk er að hlusta sem er að fara á skrall hvar? Getur farið bara á tónleika hjá Pretty Boy í Reykjavíkurhöfn. Hvar í Reykjavíkurhöfn? Með bryggjuna og brugghús á þar. Já, ok. Og það er bara staðan. Já, veist það. Helviti vel gert. Það er að rukka eitthvað. Hann er með KFC-mán í hann sko. Hann tar ekki, hann á fyrir reikningunum sko. Fyrir leiguna. Það þarf ekki að rukkin. Nei, menna, bara býður öllum. Sem er geggja fyrir okkur þá. Það mætið bara að hella í ykkur. Já, nákvæmlega. Þannig að annars bara já. Það er Tiny Kolb á Sunn og bara rólegt í kvöld á morgun eða? Og svo alltaf koma strákarnir aftur næsta föðs. Það er bara 3 F9 blöð eftir fyrir frí. Svo fær þjóðin smá break. Þá til við mætum aftur í ágúst. Á þjóðatíð? Já, ef við verðum þar þá bara á samningum ef við verðum þar en það er ekkert klárt þar. Richard náttúrulega Vest gemda lindamál sögunar, en já, frangak. Verst. Það þarf að semja Richard væntanlega að spila golf alla helgina. Það er rétt, ég er að fara í kvöld. Sko, fara í kvöld, sko í -3. Nei, það er ekkert -3. Hvað meinur? Hefur spilað golf eða? Já, því miður, ég hef séð hann spila golf. Nei, sko, ég hef ekki séð hann spila. Ég sá hann koma einu sinni. Já, þú kom sko upp á klæddur í einhverju Nike-búningi og Nike-drasli og síðan byrjaði entertainment því ég hef aldrei séð einhvern drulla jafn rosalega bak. Ég hef aldrei slegið golfbolta með kilvu. Það er kannski fyrst að skrifa að Rikki mun taka mig í kennslu og kannski gott fyrst að skrifa kannski. Akkur ferð þú ekki í kennslu svona einhver stað sem engi veit og sem kemur bara sem full blow golfers? Nei, ég þarf ekki svona að vera góð með. Einu sem ég bara þarf er bara geta hitt boltan og haldi með sirka á braut. Já, það er gaman að sitja bara í golfi og spila með félagum. Ég aldrei hirti hvað að gera golfi. Ég er í golfi. Aldrei í golfi. Mjög oft í golfi. Nei, aldrei. Herru, við viljum bara að segja þetta gott. FM 95 blöð verður ekki lengri í dag. Já, takk fyrir að koma úr fríinu from retirement, Richie. Já, takk. Og Kolb, takk fyrir að mæta. Já. Já, bara góða helgi til ykkar.
Og við mætum svo 3 hérna. Ég, Blöð og Stóni næsta föss 3 í gýr. Og hérna, elskir ykkur Topp tónlistarstöðin FM 957